Velkomin Gísli og Vilborg og takk fyrir að vera með okkur þennan metnaðarfulla morguninn. Takk sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér að vera innan. Vilborg, við byrjum bara þér. Þú stýrir Já, sem fyrirtæki sem á sig kannski sögu það sem við hringdum og töluðum við ykkur. En síðustu árin höfum við meira kannski skrifað ykkur í appi eða á vefsíðu. En nú sjáum við allar þessar spennandi, fjölbreyttu máltækni lausnir sem gætu kannski breytt þessu og erum við kannski að fara aftur að tala við ykkur en þá kannski á forsendum tækninnar og tölvana? Já, þetta er mjög góð spurning, stór spurning og klárt mál að geta beitt röddinni bætir aðgengi að okkar þjónustu og mun gera það, bæði fyrir fólk á ferðinni. Þetta mun breyta því að þú getur, náttúrulega þjónustan okkar er mikið veitt, fólk er að nýta sér hana á ferðinni og gott að geta spurt bara hvar var að fæst og hvert er heimilisfangið og fengi vegvísun með rödd og við sjáum klárlega tækifæri í þessu og mjög mikilvægt og þarft verkefni að geta nálgast tæknina því að þetta er mjög viðamikið og við höfum sjálf aðeins verið í slíkri þróun og sjáum það hvað þetta er mikilvægt að nýta aðkomu allra vísindamanna og fá fjármagn af því. Þannig að klárlega og eins með við náttúrulega líka að bjóða þjónustu gegnum síma og þar getur þetta líka bætt til dæmis bara biðtímann. Þú ert númer 5 í röðinni með þessum hætti bara útrýmum við getum bara sagt bless við slíka bless við röðina sko. Þannig að það eru klárlega mikil tækifæri og fyrir okkur eins og önnur fyrirtæki í þessu. Gísli, við höfum náttúrulega séð ótrúlega mikla þróun á þessum máltækni vettvangi heima síðustu árin. En við erum lítið málsvæði og við erum kannski ekki komin alveg að blátt og margir í einu stór heimi. Hvaða lærdóm getum við dregið það sem við gerst í kringum okkur og kannski þá hraðað okkar lærdómi með hverju við erum í dag í allri þróuninni? Sko ég held nú reyndar að við höfum tekið alveg það hefur ótrúlega mikið gerst núna á tiltölulega stuttum tíma sem við settum gott trukk í þetta. Og ég sagði nú að þegar Jóhanna Vigdís var nú að byrja í sínu nýja starfi og þetta var að byrja sko, við værum nú 10 ára á eftir í það minnsta og við höfum kannski núna á 2-3 árum erum við kannski búin að helminga það bil, myndi ég halda. Við erum samt á eftir og ég held að sko við verðum að horfast í augu við að þetta er stöðugt og við erum með núna afmarkaða máltækni áætlun til uppruna var hún reyndar ætlaði 4 en við sýnumst við ætla, nei 5. 5, já, við náum já. En ég held sko það sé engin endapunktur. Við erum í rauninni lítið málsvæði og verðum það áfram og ég held að sé lykilatriði sko og þú veist við tölum þjónustu eins og Já eða þjónustu við núna síðasta erindið sko stóðtæki fyrir fólk sem sko sem er verið við með að tjá sig. En við erum bara öll Íslendingar sko. Við eigum bara erfitt með að tjá okkur við tækni í dag. Og ég meina þegar ég kem til Bandaríkjanna hitti vini mína, þeir tala við bílinn. Ég þekki engan Íslendingi sem tala við bílinn. Og þannig að við erum á eftir og þetta er stöðugt. Og ég held sko að þessi hjálpartæki þau þurfa að koma inn í okkar daglega líf eins og þau eru að koma inn annar staðar og það gerist ekki nema við gerum. Í apríl þá keypti Microsoft máltæknifyrirtæki fyrir 2.500 milljarða króna og við ræddum svolítið mikið hlutverk atvinnulífsins í allri þessari þróun. Hvar sérð þú, Vilborg, stóru tækifærin fyrir íslensk fyrirtæki að tileinka sér máltækni þó kannski dálítið hratt, þannig að við getum hraðað þessari hröðun sem Gísli nefndi? Náttúrulega fyrir íslenskt atvinnulíf er máltæknin og fá máltæknin í íslensku náttúrulega rosalega mikið samkeppnismál, bara gagnvart erlendum aðilum. Og þar erum við, þú segir, náttúrulega heilmikið eftir og þetta líka frábært að sjá mikið hefur unnist undanfarið en ennþá langt eftir og þetta hefur auðvitað bara áhrif á það hvað erlendar aðilar að bjóða áhrif á okkar viðmið. Við búumst við ákveðnum hlutum og þannig að þetta eru klárlega skiptir máli í því að við bara höldum velli og víða og í rauninni má segja, ég held að sé tækifæri alls staðar í atvinnulífinu fyrir máltækninotkun og nærtækast kannski þessi hlutir sem eru þegar stafrænir, þú veist eins og
að geta panta sér borð eða hverskins þjónustu, geta keypt vörur. Ef við getum ekki gert það hjá íslenskum vefsíðum þá verða þær undir og svo framvegis. Þannig að það er alveg gríðarlega mikil tækifæri þarna og skiptir miklu máli fyrir íslenskt atvinnulíf bara í víðu samhengi. Og þetta eru bæði alltaf bara öll veltan þar undir og í þessum aðgengismálum að slíkri þjónustu. Líka náttúrulega bara þetta sparar, það geta veitt þjónustu með þessum hætti. Þetta er náttúrulega ein leið og viðbótar stafræn þjónusta. Hjálpar líka fyrirtækjum og starfsmönnum að beina sínum kröftum í ennþá meiri verðmætasköpun og halda þessu öllu áfram. Og maður átti þessu því að viðmiðin muni halda áfram að breytast. Og það sem okkur órar ekki fyrir núna að verði krafa að geta gert með raddbeitingu, þetta breytir svo hratt. Og þannig að það kannski, eins og ég segi, þessi stóru augljósu tækifærin í veitingu svona einfaldar stafræna þjónustu, en líka að greina til dæmis fyrirspurnir hratt og vel. Þetta náttúrulega byggir á gríðarlega miklu gögnum eins og komum fram í þessum erindunum að auðveldara og tölvan fljótar að greina gögnin þín, bara viðskiptasöguna þína og allt það og geta veittir miklu betri þjónustu og nákvæmari þjónustu og beina þeir á rétta braut, sko. Þannig að það er víða tækifærin þarna. Gríðarlega spennandi. Gísli, við heyrum í meðal annars svona Davíð sem er einn af okkar ungu efnilegu vísindamönnum í máltækni og þegar maður talar við þessa ungu háskólanema sem er að rannsaka og vinna í máltækni þá stundum segja, já, vinir mínir halda ekki sig í málmtækni og ég hef stundum hugsað að við þurfum kannski bara að kalla þetta gervigreind. Gervigreind í dag er ekki það sem Ari nefndi í morgun að væri svona bara nördarnir að pæla í. Nú eru allir svona mjög upp með sér að orðinu gervigreind. En erum við í svona einhverju markaðslegri áskorun að ná öllum þessum að fjölga öflugu ungu fólki í náminu okkar því ef við ætlum að hraða þessu ennþá meira. Ég velti fyrir að við bara kalla þetta gervigreindarnám frekar en máltækni svo við lendum ekki í einhverjum svona markaðslegum ágreiningi. Sko, ég veit það ekki, sko, háskólar hafa nú ekki alltaf verið bestir kannski markaðssetningu og horft meira á hvað við erum að gera. En sko, mér finnst samt eitt af því sem okkur hefur tekist núna og með þessu mikla, sko, eina af grundvallarbreytingar sem orðið núna sko, það kom fram að það eru fyrir 200 árum síðar, þá komist allir málfræðingar eða máltæknimenn Íslands fyrir sko við eldhúsborð. Það hefur gjörbreyst og sko það er búið að vera mjög erfitt til dæmis að selja sko tölvunördum að íslenska sé relevant. Og bara þú veist, meira og minna tölvunarfræði og allar upplýsingar og allt gögn það er á ensku. Og eitt af því sem gerst núna með þessu mikla átæki, sem ég held að við tekist vel, að fá fólk til að fá áhuga á að taka þátt í þessu. Og ég held að það sé kannski meira mál heldur en, þú veist, það er alveg til í því að náttúrulega mjög stór hluta þeirri tækni sem við erum að nota í gervigreindartækni. Þannig að það er ekkert af því að tala um það líka. En ég held samt sko að lykilatriði sé að okkur hefur tekist að fá ungt fólk til að fá áhuga og koma inn í þetta og taka þátt í þessu með okkur. Og það hefur stórfjölgað fólki núna sem kann heilmikið í þessu. Já, sem er frábært. Örstutt í lokin, Vilborg, eitt ráð til annarra fyrirtækja og stjórnenda sem eru kannski ekki komin jafnlangt á því á þessari vegferð. Hvar heldur það sé best að byrja að pæla í máltækninni? Best að byrja. Þar sem að eru kannski hvað einföldustu og stöðluðustu þjónustuveitingin. Þar er líklega einfaldast að byrja og horfa til þess og horfa til þeirra lausna sem er í boði. Reyna að nýta þær, þar sem að, klárlega. Þar sem þú ert þegar mögulega að nýta stafræna tækni. Þar sem þú ert með boðið til þess að panta þér þjónustu, kaupa þér með á leikhús eða eitthvað slíkt, að byrja þar og koma þér þannig inn í leikinn. Má ég bæta við það? Ég veit ekki. Ég heldur að ég byrja á að ráða einn af þessum snillingum sem við erum útskap. Já, klárt. Og það er einmitt eitt svona takmarkandi þáttir sem náttúrulega komum inn á að það er ekki endalausir sérfræðingarnir. Þannig að þið hringið fyrst í Gísla og svo hringið í Vilborg til að fá þess betri ráð. Þakka ykkur kærlega fyrir og við höldum áfram góðri vegferð þennan morguninn.